Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin að Skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur þennan lengsta föstudag ársins og við ætlum að byrja á mjög uppbyggilegum nótum því helgina 16. til 18. apríl fer fram námskeið Nærandi helgi að Ásum í Eyjafjarðarsveit. Og til þess að segja mér frá því eru þær komnar hingað Hrefna Laufey og Nína Margrét, verið hjartanlega velkomnar í þáttinn. Takk fyrir. Takk. Hvernig námskeið er þetta? Ef við byrjum á því, Nína. Já, þetta svona nærandi námskeið bæði að líkama og sál. Já. Í mjög fallegu umhverfi. Eyjafjarðarsveitin er einstök og að Ásum er bara alveg sérlega fallegt umhverfi og umgjörð. Einmitt. Og orka kannski líka, er það ekki? Jú, það sem gerði mig svo heillað þegar ég kom að Ásum til Hrefnu. Já. Út á ferðamálum, þá fann ég hvað var einstök orkan þar, hvað manni leið vel þar og öll umgjörðin er svo frábær, svo hlý og góð og þannig ég sá það að það myndi henta nærandi námskeiði þar vel. Einmitt. Það sem fólk er svolítið að vinna í sér en það er náttúrulega dekrað við það í leiðinni því að þú ert nú sko alvön því að dekra fólk alveg alla leið, Hrefna, ég veit sko, hafandi komið til þín oftar en einu sinni. Og þannig að þú ætlar að sjá fólki fyrir svona veraldlegri næringu og ekki satt. Jú, já sko þetta það var það sem hún lagði upp með hún Nína sko að hún getur haldið þetta námskeið hvar sem er og hefur haldið það víða. En þarna fann hún eitthvað sérstakt, sko, þetta er náttúrulega ekki stórt og það komast ekki margir að, þannig það er alveg takmörk á því hvað við getum komið mörgum. Og þetta heldur rosalega vel utanum og svo bara elska ég að dekra við fólk. Ég elska að gera morgunverð, ég elska að baka og einhvern veginn svona, ekki baka endilega heldur að baka handa og gefa fólki að borða. Já, já. og eitthvað með það að fólk finnur það þegar það er hjá mér að ég elska þetta. Að mér finnst þetta gaman og ég fæ eitthvað mikið út úr þessu og fann einhvern veginn bara þarna mína hillu. Ég náttúrulega kennar og hef verið að sko náttúrulega kenna og vinna með fólk alla tíð, alltaf með fólk og fólki. Það einhvern veginn bara gefur mér rosalega mikið og það finnur fólk og ég sé alltaf að maturinn sé betri ef það er ást í honum. Já. Og það einhvern veginn bara virkar þannig að það er þessi veljan á sama tíma og það er mikil vinna í gangi þarna að þá er slökun í þessari umönnun. Já, heldur betur og það væntanlega gefur fólki færi því að fólk þarf ekki að hugsa út í það sko að verða sér út mat sjálft, er það dekrað við það bara þarna, þá getur það unnið meira í sjálfu sér og meðan. Og hvernig er námskráin, ef maður má spyrja, hver eru svona helstu áherslu atriðin þar? Jú, það er náttúrulega verið að hugsa það að hver og einn vinni náttúrulega í sér og það er verið að fara yfir ýmis mál, það er að fara yfir bara hvernig maður getur efla sjálfan sig. Nú, hver er skilgreiningin hver munurinn, hefur þú hugsað út í, hver munurinn er á milli þess að vera í sjálfsást eða sjálfsánægju? Já, einmitt. Mér finnst það mjög áhugaverður punktur af því að maður er einhvern veginn svona alinn upp í því að sjálfselska er eitthvað mjög neikvætt en auðvitað eigum við samt sem að vera að elska okkur sjálf og hlúa að okkur. Akkurat. Og ef þú ert náttúrulega með fulla sjálfsást á þér, að þá virður þú líka aðra. Já. Að þá elskar þú náttúrulega þína framkomu. Þannig það er margþætt og við förum semst líka út í göngutúr til þess að ná orkunni þar. Já. Það er líðan. Og það er farið yfir eins og peningamál. Það er farið út í vellíðan, æskuna. Já. Hvað áhrif askan hefur hvernig þau hafa áhrif á fullorðinsárin hjá þér. Kærleikan, frelsið, hvernig hömlum við okkur sjálf. Já. Og ýmislegt.
Þegar við erum kannski oftar en ekki okkar verstu óvinnir, að það eru enginn sem stendur eins í vegi fyrir manni eins og maður sjálfur. Nákvæmlega. Þú ert leikstjórnandi í þínu lífi sjálfur, eða veist, hver og einn. Já, Og það alveg stanslaus vinna frá morgni alveg til kvölds og yfir matatímunum líka verið að vinna í sér. Það ekkert stopp. þannig að þetta stíf dagskrá í góðum hópi og með ljúfum veitingum. Þannig að þetta bæði skemmtilegt og krefjandi á góðan hátt. Þannig að maður væntanlega leggst sáttur og koddan á kvöldin. Akkurat. Já. Og yfir eins og hún sagði í matmálstímum, ég var þarna, ég sem sagt bara vissi að Nína var að gera frábæra hluti og ég vissi raun og verið ekkert út af hvað þetta námskeið gekk. Ég sjálf búin að vera á alls konar sjálfstyrkinganámskeiðum og kenna þau og svona. En þetta vissi ég ekki hvernig væri, en ég vissi að hún var að gera eitthvað gott. Ég var sem sagt mest í eldhúsinu þarna, en var alltaf með í matmálstímum og bara það sem ég nam í þessum matmálstímum og náði og í þessari tengingu sem var til í þessum hóp, þá lærði ég helling og ég fór með fullt út í vikuna á eftir og dagana eftir sem ég er búin að vera að nýta mér síðan þó ég hafi bara verið með á matmálstímunum. Sko. Einmitt. Þannig að það til mikils að vinna. Hvernig á fólk að bera sig að því að þú vill fá frekari upplýsingar þessa frábæru helgi? Það semst bæði inn á síðunum minni á Facebook upplýsingar og þar kemur líka fram dagskráin. Já. En vissulega ég þá fljótandi, ég læt bara tíman, hópinn ráða því sem kemur fram, eða sem á að vera. Ég nýti bara það andrúmsloft sem ég Dagskráin í stöður í mótun, að því leyti til. Já, þó ég fari yfir allt efnið. Já, þannig að, og síðan heitir inn á Facebook. Já, síðan heitir Lærðu sjálfsást. Lærðu sjálfsást. Já. Þannig að fólk getur fundið upplýsingar þar og eins væntanlega á Ása síðunum. Já, ég deili þessu hjá mér og hjá Ása síðunni, Ásar Guesthouse. Já. Og við deilum þessu áfram og erum að bjóða fólki þetta bara í gegnum Facebook, sko. Já, einmitt. En það er bara gott að fólk veit á hvert þá að snúa sér. Fólk sem situr heim í stofu og horfir á þetta núna og þetta kveikir í. Svo erum við líka að fara með í hugleiðslu, prjónahugleiðslu. Já. Af stað með slíka helgi, væntanlega núna í lok maí. Og þannig að við erum að setja upp dagskrá alveg fyrir næsta vetur sem við stefnum á að hafa svona uppbyggjandi. Hafa þetta reglulegt. Já. Þannig að þó þú komir á námskeið aftur og aftur, að þá fá alltaf aðra upplifun og nýta þér það á nýjan hátt, sko. Einmitt. Þetta er ótrúlega spennandi. Ég bara gangi ykkur vel með þetta. Ég hlakka til að fylgjast með. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk.